Góðan daginn. Ég ætla að fjalla í þessu fyrirlestri, þá ætla ég að fjalla ritgerðir og heimildavinnu, hvernig maður þarf að snúa sér og annað. Þetta er efni sem að Mari Björk Jónasdóttir hefur tekið saman og ég hef fengið leyfi til að nota. Og við skulum þá bara vinda okkur í þetta. Þegar ritgerð er skrifuð þá þarf að byrja á því að afmarka efnið. Það þarf að vera efnisyfirlit í ritgerðinni, það þarf að vera inngangur, meginmál og niðurlag. Og það má ekki sleppa neinu af þessu. Þetta er allt jafn mikilvægt. Ef þetta er lítil ritgerð þá er þessi kaflar stuttir, ef þetta er lengri ritgerð þá er þeir að sjálfsögðu lengri. Það er hvernig viltu nálgast efnið þitt, hvernig ætlar að setja það fram, hvaða boðskap viltu setja fram. Til dæmis ef við tökum Vigdísi Finnbogadóttur forseta, ætla að fjalla hana sem forseta, ætla að setja hana fram sem leikhússtjóra eða ætla að fjalla hennar persónulega líf. Þetta þarf að taka ákvörðun vegna þess að þetta eru í rauninni kannski 3 ritgerðir. Heimildaritgerð er aldrei orðrétt endursögn úr heimildum. Aldrei. Það er unnið með heimildirnar, það er endurorðað og umorðað það sem við lesum og oft eru þetta margar heimildir sem snúa að, en það verður alltaf að vitna í hvaðan maður hefur þessa þekkingu. Í efnisyfirlitinu þá koma allir efnisþættirnir fram, að sjálfsögðu. Þetta heitir efnisyfirlit, yfirlit yfir efni. Þetta á sem sagt að endurspegla meginatriði ritgerðarinnar og þarna eru kaflaskiptingarnar, undirkaflar og blaðsíðutal. Og það er ekki hægt að setja upp efnisyfirlit í Word nema að vera með blaðsíðutal, því að það er það sem er gengið út frá. Inngangurinn sem er fyrsti hlutinn, kemur strax á eftir efnisyfirlitinu, þar er almenn umfjöllun efnið. Síðan förum við yfir í afmörkunina, hvert verður athyglinni beint og af hverju, hver er tilgangurinn. Markmiðið hjá manni þegar maður er að skrifa ritgerð er að sjálfsögðu alltaf að vekja áhuga og forvitni fólks á ritgerðinni eða efninu sem þau eru að fjalla um. Og mjög oft, og sérstaklega í stóru rannsóknum, að þá eru setta fram rannsóknarspurningar. Hvað er það sem þið ætla að rannsaka? Hvað er það sem þið ætla að fjalla um? Meginmálið að þar er efni ritgerðinnar rætt, útskýrt og reynt að svara þeim spurningum sem hafa komið upp. Og innan þessa kafla geta verið kaflaskiptingar, en það er aldrei í innganginum. Og það er mjög mikilvægt að gefa köflunum lýsandi nafn, þannig að maður sé fljótur og átt að segja á því, til dæmis ef ég skoða efnisyfirlitið, hvaða kafla mig langar til að skoða frekar. Og kaflinn þessi heitir aldrei meginmál. Maður sér það svolítið ofta að fólk setur þetta upp sem meginmál. Þetta er kaflinn er meginmál, en hann heitir eitthvað. Síðan er það niðurlagið. Og það er stundum kallað lokaorð, samantekt eða niðurstöður. Það bara fer eftir hvað manni finnst vera fallegast. Þarna er aðalatriði ritgerðarinnar dregið saman og öllum spurningum eða vangaveltum sem komið fram í innganginum er þarna svarað. Aldrei setta fram nýjar upplýsingar efni í þessum kafla. Það er bara verið að fjalla það sem kom fram og það sem maður fann út með því að lesa heimildir eða gera rannsókn eða eitthvað. Það er hægt að velta upp nýjum spurningum sem vöknuðu við ritgerðarsmíðan í lokin og þá er það í þeim tilfellum sem maður ætlar að segja gaman væri að skoða síðar þetta eða hitt, en annars er það ekki gert. Uppsetningin á ritgerðinni, þar er línubil 1,5. Leturstærðin er oftast 12 en stundum 11. Ef það er Times New Roman þá er það 12, ef það er Calibri þá er það 11. Forsíðan hún er alltaf eins. Það er titill ritgerðar með stærra letri, það er nafn höfundar, það er nafn kennara, það er áfanginn, nafn skólans, það er dagsetningin, til dæmis haust 2005 eða haust 2019 og svo væri hér, og það er sett mynd ef hún passar við efni ritgerðarinnar. Ekki setja mynd af köttum til dæmis ef ég er að fjalla einelti, eða, já, þið skiljið hvað ég er að meina. Það er bara, hún snertir efni ritgerðarinnar. Það er yfirleitt aldrei punktar á forsíðunni, nema ef það eru dagsetningar, 24. september 2019 eða í skammstöfunum. Það er ekki setti punktar á fyrirsagnir og millifyrirsagnir í ritgerðinni sjálfri. Og fyrirsagnir og millifyrirsagnir eru alltaf í stærra letri heldur en ritgerðin sjálf. Og það er ekki sama stærð í aðalfyrirsögn og millifyrirsögn. Millifyrirsögn er alltaf aðeins minni. Lengd ritgerðarinnar er alltaf í samræmi við fyrirmæli kennara og þetta er mikilvægt. Hún á ekki vera styttri og hún á ekki vera lengri. Og það er ekki verið að tala 2-3 línur eða eitthvað álíka. Ef það er miðað við orðafjölda,
þá er það orðafjöldi sem á að koma fram. Ekki 200 orð yfir, 100 orð yfir eða hvað. Þið eigið að vera, ef þið farið í háskóla, þá er það mjög mikilvægt að fara eftir fyrirmælum. Þið getur verið lækkuð 1 til 2 heila bara á því að fara ekki eftir reglum fyrirmæli lengd ritgerðar. Síðan er það hvenær þurfið að vitna í aðra. Það þarf ekki að vitna, byrjum á því, hvað þarf ekki að vitna. Það eru atriði sem fjalla undir almenna þekkingu, til dæmis, Ísland er eyja, það vita það allir. Og það er almenn þekking að Vigdís Finnbogadóttir var forseti, við þurfum ekki að grafa það neitt upp, ég meina þetta er bara eitt af því sem við eigum að vita. Við verðum fyrir sífelldum áreitum allan daginn. Þetta er líka bara almenn þekking. Ég þarf ekki að grafa upp í heimildum til að vita þetta. Hins vegar, ef þetta er beintilvitnun, þá þarf ég að vitna og við förum í það á næstu glæru. Ef það er óbein tilvitnun, sem sagt þegar það eru staðhæfingar eða hugmyndir sem höfundur hefur tekið úr heimild, þá þarf líka að vitna. En þá er vitnað aðeins öðruvísi og ekki í gæsalöppum og við förum í það í glæru 12. Tilvísanir í texta eru sem sagt að það er munur á því að styðjast við heimild eða nota beina tilvitnun. Bein tilvitnun er innan gæsalappa ef textin er ein setning eða minna og það er mikilvægt. Ein setning eða minna eru gæsalappir, ekki ef það eru 3 línur, 4 línur, 5 línur, þá er það ekki gæsalöppum. Ef það er beina tilvitnun er svona löng, að þá á að draga inn textan og hafa bara einfalt línubil. Það á hins vegar að stilla þessu í hóf. Þetta á ekki að vera maður á að orða þær heimildir sem maður finnur. Það er rosalega mikilvægt. Þetta má vera hámark 10–15% af heildartextanum, mega vera beina tilvitnanir. Annað á maður að orða og setja upp þannig að textin renni vel. Þá er það að nota þessar tilvísanir heimildir sem í textanum. Það eru 2 leiðir. Það er annarkvort sett upp eins og í fyrra punktunum, talið er að samskipti barna og fullorðinna bla bla bla, Tjörlin 2012. Eða, samkvæmt Tjörlin, inn í Svega 2012, er talið að samskipti barna og fullorðinna. Og þessi Tjörlin kemur þá fram í heimildaskránni aftast. Ef vísað er í erlendan höfund í texta, þá er bara að nota eftirnafnið og ártalið. Ef það er íslenskur höfundur, þá er það fullt nafn og ártal. Ef það vísað í marga höfunda, þá eru allir nefndir í fyrstu tilvísun, næst er bara sá fyrsti og sagt og fleiri. Og þetta er gert til þess að stytta þessa sviga og heimildadót, þannig að það verði ekki aðalmálið í textanum. Tilvísanir í heimildir í textanum. Þegar það eru 2 eða fleiri sem vera vitni, þá er það settar í stafrófsröð höfundanafna og afgreindur með semikomu. Ef það eru 2 eða fleiri frá sama höfundi, þá er það eftir útgáfa ári, en nafni bara nota einu sinni, eins og Rosato 1999 og 2001. Ef það eru netheimildir, þá eigið þið að vitna í nafnið á stofnuninni sem á heimasíðuna. Og þetta er mjög mikilvægt. Þið setjið ekki slóðina, aldrei setja slóðina sem heimild. Hún á að koma fram í heimildaskránni. Þannig að þegar ég vísi netheimildir, til dæmis ef ég er að vísa Hagstofuna, þá myndi ég segja Hagstofa Íslands, ED þýðir ekki dagsett. Ef þið hins vegar finnið dagsetningu á því, þá setjið þið dagsetninguna. Ef það vísa í munnlega heimild, til dæmis ég hefði verið að taka viðtal við hana Marín þessar heimildir sem við erum að tala um hérna í dag, að þá setji Marín Jónasdóttir munnleg heimild 24. ágúst 2009. En þetta fer ekki í heimildaskrá. Þetta er munnleg heimild sem fer ekki í heimildaskrá og þetta er það eina sem fer ekki í heimildaskrána. Þegar þið setjið svo upp heimildaskrána sjálfa, þá röðum við eftir nafni höfunda í stafrófsröð. Ef sami höfundur eru oftar en einu sinni, þá er útgáfur árið. Eldri heimildir fyrst. Ef það eru frá sama ári, þá getur maður sett A, B og C. 2009A, 2009B og svo framvegis. Erlendur höfundur, Albert Bandura til dæmis, hann myndi vera settur upp Bandura A, punktur, svíi, ártalið, svíi lokast og punktur á eftir. Ef þetta er íslenskur höfundur, Marín Björk Jónasdóttir til dæmis, að þá setjum við Marín Björk Jónasdóttir, svíi, ártal, svíi lokast, punktur. Og þetta er mjög mikilvægt. Íslenskir höfundar með fullu nafni, erlendur höfundar eftir eftirnafni og síðan
bara stafurinn. Gullmólar sem að hægt væri gott að vita, það að byrja tímalega á ritgerðinni. Skránið punkt og pælingar, póstermiðar, vasabók, allt svona hugaflug líka vinna. Og það bara mjög mikilvægt að muna að þetta bara partur af ritgerðinni. Það mjög gott að gera beinagrind áður en þú fer að skrifa. Til dæmis A3-blað eða póstermiðar eða hvernig sem fólki finnst best að hugaflug, fólki bara eftir hvað ykkur finnst best að gera. Mjög gott að klára alltaf þegar maður að skrifa ritgerð, klára hana svona síðasta lagi 3 dögum áður en maður á skilana. Þannig að maður hafi aðeins tíma til þess að velta henni fyrir sér og geti lesað henni yfir einu sinni, tvisvar fullkláraða. Og mjög mikilvægt, fáðu einhvern annan til að lesa yfir fyrir þig og koma með athugasemdir og kíkja á innsláttarvillur og annað. Vegna þess að það mjög mikilvægt að skila þessu eins vel uppsettu og hægt En þetta svolítið erfitt. Það svolítið erfitt að fá athugasemdir frá öðrum. En þetta mjög mikilvægt. Og þá, krakkar mínir, við bara tilbúin með efnið. Nú bara getið þið skrifað frábæra ritgerðir, allt heimildir rétt uppsett og allt. Takk fyrir í dag.